starting. Við förum yfir stýrða heilbylgjuafriðun og hérna það efni sem við förum í. Það stýrð heilbylgjuafriðun í bláu bókinni, seinni hlutanum 16 til 19 og við förum yfir þessi dæmi í tímadæmunum og síðan stýrrás með IC-rásinni TCA 785 og hraðastjórnun jafnstöðusmótors. Þetta það efni sem við ætlum að skoða núna og þá byrjum við hérna að líta á rásina fyrir stýrða heilbylgjuafriðun. Eru ekki búin að finna þetta? Á hvaða blaðsíðu þetta er? Flottir. Og þá erum við eins og í verkefni 14 sem ég held að þið séu byrjuð á með 4 díóður og þá erum við komin með heilbylgjuafriðun fyrir framan þessa rás. Þá erum við ekki lengur með eins og við vorum með síðast tíma bara eina díóð og 1 týristor, heldur að við nýtum bæði hálfreiðin og við skulum skoða hvernig þetta lítur út hérna. Svona, við afriðum þessa riðspennu sem kemur hérna inn og spennan milli A og B hérna lítur það út svona, UAB. Þá verður jákvæða spennan alltaf svona eins og eftirmynd af riðbylgjunni, nema við snúum með díóðan hérna alltaf hotn sem að leiða sitt á hvað, þannig að við fáum jákvæða spennu milli A og B hérna eftir afriðisbrúna, eins og við þekkið. Síðan, ef við fáum stýripúlsinn á einhverju ákveðin augnablikki hérna, kannski við 45 gráður eitthvað slíkt, að þá opnum við fyrir týristorinn svo að spennan fellur yfir álagið, peruna hérna, eins og við sjáum hérna, þann tíma sem eftir er af jákvæða riðhlutanum. Og síðan þurfum við bara að bíða þangað til að við fáum aftur púls inn á týristorinn. En hinn hlutin af spennunni sem að er hérna á jafnspennunni hérna fyrir framann, hann fellur yfir týristorinn sjálfan. Það sem það byggjast upp yfir T2 þessi spenna hérna. Þið þurfum að kunna teikna þetta upp í prófi til dæmis. Hvernig spennan skiptist milli álagsins og týristorsins. Þannig að byrjar að byggjast upp yfir týristorinn, síðan þegar að púlsinn kemur, þá dettur spennan næstu því niður í 0 volt hérna. Það er kannski 1,5 volt spenna yfir týristorinn. En nánast öll spennan fellur yfir álagið. Svona gengur þetta koll á kolli. Og hér er minnst á að spennufalli yfir týristorinn sé það bil 1,5 volt. Og hér er aðeins sýnidæmi eftir hvenær að stýripúlsinn kæmi og við höfum hérna formúluna til að reikna út spennuna yfir álagið. En í fyrsta tilfellinu það er rauninni bara hægt að reikna út. Við getum aldrei fengið þetta þannig að spennan verði nákvæmlega 198 volt yfir álagið, vegna þess að við náum aldrei með stýrirásinni að fá stýripúlsinn við 0 gráður. Við sjáum hérna cosinus af 0 gráðum, það er ekki hægt. En við getum reiknað út. Þannig að þetta er rauninni bara eins og spennan er út af afriðlinum. 198 volta meðalgildi. Ef við fáum stýripúls eða opnunarhorn eins og við köllum að það sé 60 gráður, þá tökum við cosinus á 60 gráðum, þá fáum við lægri spennu yfir álagið, 148,5 volt, og svo koll af kolli ef við fáum stýripúlsinn við 150 gráður, þá fáum við bara 13,3 volt yfir álagið. Og ef að stýripúlsinn kemur svona seint eða við 180 gráður, þá sjáum við hérna 180 gráður er það bara þegar að riðbylgjan er
bara búinn hérna, jákvæði riðhlutin búinn hérna eftir 180 gráður, þá kemur engin spenna eins og þið sjáið. Það passar alveg við útreikningana. Og næsta sem að við ætla að fara í gegnum, það skal ég segja ykkur, þegar við værum með þessa ISI-rás TCA 785. Við rennum aðeins yfir þetta núna ef við förum betur í þetta náttúrulega í verklegu hlutanum, skoðum þetta náttúrulega aftur kannski í næsta tíma bóklegu, förum betur í þetta. En þetta verður allavega kynning núna á þessari ISI-rás, en með þessari ISI-rás þá erum við að bera saman, við erum ekki að nota bara uppleiðslu á þétti og hérna inn á unit-transistor. Núna sleppum við unit-transistorum alveg. Og núna notum við þessa ISI-rás til að gefa púls. Og hvernig förum við að því? Jú, það reynt að sýna það með þessari virkni mynd hérna, þess sem inni í ISI-rásinni, að við fáum upplýsingar riðspennuna, hvernig hún að hérna, gefa sinn takt hérna inn á pinna 5, og það til þess að við getum skynjað hvenar riðspennan fer í gegnum núllpunktið, og það kallað núllskynjun. Og síðan þá, þegar að spennan fer í gegnum núllpunktinn, þá látum við ákveðna sagatanaspennu byrja að myndast, sem að byggist hérna yfir þétti hérna C10, og við búum með þessa sagatanaspennu til með transistorum hérna sem að gefa uppleiðslu á C10. Svo berum við þessa sagatanaspennu við ákveðna stýrispennu sem að við búum til með stilliviðnámi. Og þá getum við ráðið því hvenar hvenar að þessi stýrispenna sem við búum til með stilliviðnáminu, hvenar stýrispennan mætir sagatanarspennunni. Og þegar þær hittast, að þá verður búin til púls með þessari rökrása einingu. Og þá sendum við púls annarkvort að pinna 15 hérna eða pinna 14 til þess að kveikja á annarkvort jákvæða eða neikvæða riðhluta riðbylgjunar. Þetta var svona mjög hraðsoðin yfirferð yfir þessa mynd. Við getum farið betur í þetta aftur. En sko þegar að spennan fer aftur inn í 0, þá þurfum við að nulla aftur þennan C10 til þess að sagatanaspennan geti byrjað aftur. Núna skoðum við myndina af sagatanaspennu. Sjáðu hérna riðspennan inn sem við fáum þarna inn á pinna 5, og alltaf þegar að riðspennan fer í gegnum núllpunktinn, bæði hérna þegar hún niðurleið og þegar hún uppleið, að þá nullum við sagatanarspennuna. Sjáðu, það þessi sagatanaspennan sem byrjar hérna í 0 og rís hérna upp, fyrir svo aftur niður í 0, og þessi halli hérna þegar að við afhlöðum þéttin C10 hafði svolítið ýktur hérna halli. Þetta fer eiginlega nánast beint niður ef við höfum að horfa þetta á sveiflusjóni, og síðan byrjar sagatanaspennan að byggjast upp mjög fljótlega hérna. En við höfum samt ákveðna innbyggða seinkun í þessari rás líka, þannig að við getum ekki gefið stýripúlsinn alveg beint við 0 gráðurnar. Við getum ekki opnað týristorinn alveg strax þá. En þetta gerist svona, í hvers skipti sem að riðspennan fer í gegnum núllpunktinn, þá byrjum við þá hérna afhleðst sagatanaspennan eða afhleðst hérna C10 þéttirinn, og það í rauninni spennan yfir þéttin C10 í rauninni sagatanaspennan. Þannig að þá byrjar sagatanaspennan aftur að myndast. Og svo getum við, ef við vitum það bil hvað spennan á sagatanarspennunni, ef hún væri til dæmis 0 til 10 volt, já, 10 volt hérna hæst, þá gætum við, ef við stýri spennan sem beina línan sem liggur hérna í gegnum allt saman, það stendur hérna fyrir neðan stýrispenna eða UST, ef að hún væri hérna í miðjunni, þá væri
það í 5 volta spennu, þá væri 5 volta spennu á stýrispenni, að við hvaða gráðu fjölda fengjum við þá stýripúlsinn? Þá myndum við sem sagt fá stýripúlsinn akkurat á miðri leið og akkurat á miðri leið frá 0 og yfir 180 gráður, þá erum við með 90 gráður, ekki satt. Ef við verðum með 5 volt og hæsta gildi verið 10 volt og í 5 voltunum þá verðum við með stýripúls við 90 gráður og þá væri opnunarhornið 90 gráður í þetta tilfelli. Hérna erum við með stýripúlsinn aðeins framar. Þið sjáu að stýrispennan, hún liggur hérna dálítið neðarlega og sker sagatannaspennuna hérna og þá sjáum við að það kemur hjálparlína hérna, brotalína upp og þá erum við kannski með, hugsanlega 60 gráður eitthvað svoleiðis á þessari mynd. Og þá fáum við þann hluta yfir álagið. Og þá sjáum við hérna stýripúls pinna 15, hann gefur okkur stýripúls þegar að spennan er jákvæð hérna. En stýripúls frá pinna 14, hann gefur okkur þegar að spennan er neikvæð. Sjáum við hérna megin. Þá fáum við stýripúls hérna, aftur sker stýrispennan sagatannaspennuna og þá fáum við púls hérna fyrir neikvæða hárriðið. Þannig að með þessar rás þá gætu við í rauninni stýrt bæði træjak sem að leiðir báðar áttur í gegnum sig og týristórum sem að væri snéru sitt á móti hvorum öðrum í svo sagt öfugri hlýðtengingu eins og kallað er. Þannig að við getum þess vegna með þessar rás bæði stýrt riðstraum og jafnstraum. Þannig að við getum fengið annan púls hérna þess vegna út á pinna 14 fyrir ef að væri í afriðin hérna þess vegna og væri með heilbylgju, stýrða heilbylgju afriðin. Þannig að við skulum skoða síðan aðeins betur rás, við skulum fara aðeins lengra hérna. Förum við þessa rás hérna erum við með stýrða hálfbylgju afriðin af því að við erum bara með einn týristor. Og við sjáum það hérna út frá pinna 15 þá fáum við púls hérna inn á beisin á transistornum. Ok? Og þá opnum við hérna týristorn inn á stýriskautið, gate. Og álagið er hérna, þetta er þá kraftrásin, þessi sveralína hérna í gegnum rásina. Nú, ef við skoðum þessa rás hérna, þá erum við bara komin með í viðbót púlstransformer hérna, eða púlsspenni, eins og við kallum það á íslensku, að það er raunin bara til þess að magna upp og einangra magna upp stýripúlsinn og einangra stýrirásina frá kraftrásinni. Hérna er stýripúlsinn yfirfærið bara með segulsviði. Þannig að við erum búin að einangra kraftrásina frá stýrirásinni. Ég teiknaði aðra mynd hérna hægra megin af því að það vantaði örina hérna inn á transistorin hérna vinstra megin. Þetta er bara NPN transistor. Ok? Svo að síðasta sem við ætluðum að fara svo í þessu, það var hérna að fara yfir hérna stýringu fyrir mótor. En áður en gerir það, ætlum ég aðeins að fara gegnum fleiri atriði varðandi IC-rásina. Hvað tengist inn á hana? Jú, við tölum strax þarna áðan að skynja núllið í riðspenninni. Hérna stendur viðmiðun fyrir núllskynjun. Þetta er bara tengt hérna L1 og N á riðspennuna. Síðan spennan er felld hérna niður með 220 kΩ mótstöðu. Hún er kannski svona 5 vött, eða hún er dálítið stór því að fellur yfir þetta mjög há spenna, en það er mjög lítill straumur í henni. Við sjáum það, við fáum tengingu hérna frá viðnáminu inn á pinna 5 og þetta var pinni 5, það var 0 skynjunin sem við skoðum á hann. Og hérna eru díóður sem að gefa okkur 0,7 spennu yfir inn á pinna 5. Ýmist ef það er jákvæð spenna þá gefur hún til dæmis D4 gefur okkur jákvæða spennu inn á pinna D5 inn á pinna 5, en D3 gefur okkur neikvæða spennu inn á pinna 5 af því að við sjáum hérna að nullið og mínusinn
tengist saman, sér að 0-punkturinn hérna á riðstraumskerfinu, það tengist inn á mínusinn á spennugjafanum fyrir stýrirásina. Pluss 15 volt og mínus á spennugjafanum. Hann tengist inn á pinna 1. Þannig milli pinna 1 og 5 eru þessar tvær díóður, D4 og D3, sem að gefa okkur í rauninni spennu inn á pinna 5, sem er bara 0,7 volt. Það er bara spennufallið yfir þær. En þar fylgjumst við með hvenær að spennan í riðspennu fer í gegnum 0. Því að við þurfum alltaf að fá þá viðmiðun til að vita hvenær eigum við að gefa púls. Því að opnunarhornið miðast alltaf við frá 0 í riðspennu. Og sjáum við hérna hvar fáum við svo stýrispennuna, jafnspennu beinu línuna inn á rásina. Jú, það er í pinna 11 hérna. Að þetta RVF1 hérna, það er stillimótstaða sem að ef við erum að stilla þetta upp þannig að við fáum tiltölulega háa spennu inn á pinna 11, þá fáum við stýripúlsinn tiltölulega seint. Sjáu, þetta er svona öfugt hlutfall. Sjáu þið hérna á þessari mynd hérna, ef að stýrspennan er há, þá fáum við stýripúlsinn seint vegna þess að það ber saman við sagatennaspennuna mjög seint hérna, ofarlega, og þá fáum við stýripúlsinn bara rétt á restinni hérna, á riðspennunni, riðhlutanum hérna, áður hún fer niður í 0. Hins vegar, ef að stýrspennan er lág, þá erum við að fá púls tiltölulega snemma í riðhelmingnum og þá fáum við mikið spennu yfir álagið og mikið afl. Þarna getum við sem sagt aflstýrt álagi og verið með ljóssteyfi á peru til dæmis. Þannig að það er ýmsir möguleikar í þessu. En þetta er sem sagt ein aðferðin við þetta. Og þessa rás prófum við í hugsanlega í næsta verklega tíma. Og það gerum við, hún lítur þá svona út að reyndar fyrri rásin sem við notum, hún er reyndar með bara einum týristor og það er líklega bara þessi rás hérna. Þessi hérna rás er það einföld og það er í rauninni engin mögnun frá pinna 15, en ég held að sé transistor á leiðinni að týristorinn. Ljómandi. En þannig að lokum að þá var það stýrirásin og kraftrás fyrir stýringu á mótor, hraðastýringu mótor. Og hérna höfum við spanálag og við getum skoðað hérna varandi þennan mótor. Það er hérna aðeins hérna. Þannig hérna. Sjáu, ef við ætlum að hraðastýra mótor, þá getum við verið með svona hálfstýrða heilbylgju afriðsbrú. Það eru 2 týristorar á móti 2 díóðum. Og þetta fer bara inn á snúðrásina hérna, hægra megin. En mótorinn, hann hefur fasta segulmögnun, sjáu þið, frá þessari neðri afriðsbrú hérna. Við fáum bara, ef við erum með 230 volt inn hérna, þá fáum við afriða jafnspennu, afriða riðspennu sem verður bara jafnspenna hérna inn á segulvafið, inn á mótorinn. 190 volt, eitthvað svoleiðis. Og síðan, við getum í rauninni séð að það er sama spenna og við vorum með hérna áðan. Þessi spenna hérna, 198 volt, myndum við fá væntanlega inn á þetta ef við erum með 220 volta spennu inn. Ok. Og það er bara föst spenna, föst segulmögnun á mótornum. Þannig að þá getum við hraðastýrt honum frá því að hann er kyrr
og þá erum við með kveikjuhornið við svona 180 gráður, en síðan ef við fáum kveikjuhornið minna, að þá fáum við spennu og straum inn á segulvafið, inn á snúðrásina, og við getum séð það þá bara hérna. Þetta bara í rauninni eins og stýrð heilbylgjuafriðun, þannig að mótorinn myndi fá spennu sem að lítur út eins og þessi spenna hérna, að við værum að stjórna spennunni inn á snúðrásina, og þannig við fengjum spennuna svona eins og yfir álagið hérna, stýrða heilbylgjuafriðun. Og hvernig tengist þetta við stýrirásina með IC-rásinni? Jú, að við sjáum hérna A, B, C og D. Það eru tengingarnar fyrir stýripúlsinn inn á sitt hvort týristorinn. Og við sjáum það hérna, á þessari plötu, þá erum við með stýringu bæði frá pinna 14 og frá pinna 15. Pinni 15, hann gefur okkur stýripúls þegar spennan er jákvæð, og þá fáum við stýripúls hérna inn á C og D, og það fer inn á annan týristorinn, og þegar að spennan er neikvæð, að þá fáum við stýripúls frá pinna 14, en við fáum samt jákvæða spennu alltaf eftir afriðuna, af því við erum með brú, eða við höfum týristorina inn í brú afriðisrás, svo við fáum alltaf jákvæða spennu inn á snúðrásina, en hinn púlspennirinn gefur okkur stýrpúls inn á hinn týristorinn, og það er merkt inn á A og B. Þannig að annar tengist inn á A og B frá stýrirásinni, og hinn á C og D. Sjáum við hérna niðri. Annar frá A og B, púlsinn kemur á stýriskautið gate, og hinn frá C og D, C kemur hérna inn á stýriskautið. Og þannig getum við stjórna spennunni frá 0 upp í 198 volt inn á mótorinn, og hraðastýrt honum þannig. Með breytilegri jafnspennu getum við hraðastýrt mótornum. Þetta var það sem við ætlum að fara yfir, og núna skoðum við tímadæmi. Stop recording.